knapi í forkeppni var Bjarni Jónasson. Hann með 3 hesta hérna inn í úrslitum af Bjarni og hann hefur fengið hann Elvar Einarsson til að ríða fyrir sig í úrslitunum og hann með rautt bandan Elvar. Í forkeppninni hlaut hún djást 8,41. Það Lárus Ásmar Hannesson sem hér 15 í úrslit á honum Atlási frá Lýsuhóli sem 8 vetra bleikálóttur. Undan Sæ frá Bakkakoti og henni Orku frá Lýsuhóli. Eigandi Ragnar Gestsson og Jóhanna Bára Ásgeirsdóttir og þau keppa fyrir Snæfelling. Í forkeppnin hlutu þeir kappar hlutu 8,44. Hann Lalli með grænt band. Þá það hún Gáta frá Ytra Vallholti sem 9 vetra brún. Hún undan hún Kletti frá Hvammi og henni Kolf Finnu frá Ytra Vallholti. Það einhverjir eigendur af því sem ég treysti mér ekki til að bera fram, þetta svo erfitt orð. Það endar á Anja og þeir keppa fyrir léttveta og knapið þar hann Bjarni Jónasson og hann með blátt band. Hann hlaut í forkeppninni 8,44 og síðan hann Forkur frá Laugavöllum sem 11 vetra bleikálóttur. Hann undan Leikni frá Laugavöllum og henni Freyju frá Kirkjubæ. Eigandi Konráð Valur Sveinsson og hann Sveinn Ragnarsson á knapi með einhverjum 8,46. Þeir keppa fyrir Faxa og svo að lokum hann kunningi frá Varmalæk sem 7 vetra jarpur. Hann undan Tind frá Varmalæk og henni Kilju frá Varmalæk. Eigandi Björn Sveinsson. Hann hlaut í forkeppni 8,47. Og hún Líney María Hjálmarsdóttir knapi á honum kunningja. Hún með bleikt band. Þarna við held ég öll komin í brautina. Hún Líney og kunningi hlut í forkeppni 8,47 á fyrsta sætið. Dómarar held ég bara tilbúnir. Þið megið bara sýna mér tölt, gjörið þið svo vel. Jæja, knappa góðir, þá telst mér nú til að þið séu komnir allt á hringjum. Við skulum bara hægja niður á fett. Hægja niður á fett og svona aðeins nota tímann til að jafna bilin og leyfa þeim aðeins að pústa. Jæja, við skulum bara snúa upp á hægri höndina og sýna mér tölt upp á hægri hönd. Gjörið þið svo vel. Jæja, knappa góðir, þá eru dómarar farnir að veifa okkur bara. Þá eru þeir farnir að veifa okkur og nú eru bara farnir að detta hér tölur í hús. Þið kannski
Snúið nú svo bara fljótlega við og verið upp á vinstri höndina og ríðið fett og farið undirbúkur undir brokkið. Það eru að detta inn hérna tölurnar, rúast inn. Þá fyrir hann Villa frá Gillastöðum. Það er 8,5, 8,6, einhverjuna 8,58. Þá fyrir hann að djást frá Hnjúki. Það er svo mikið sem 8,5, 8,6 og 8,6 sem gefur hann einhverjuna 8,56. Þá fyrir hann að Gátu frá Ytra Vallholti. Það er svo mikið sem 8,5, 8,4, 8,4, 8,7 og 8,5 sem gefur hann einhverjuna 8,50. Fyrir Fork frá Laugavöllum. Það er svo mikið sem 8,5, 8,6, 8,5, 8,7 og 8,5 sem gefur honum einhverjuna 8,56. Svo að lokum fyrir hann kunningja frá Varmalæk. Það er svo mikið sem 8,4, 8,5, 8,3, 8,4 og 8,3 sem gefur honum einhverjuna 8,38. Herðu, við erum bara flottum bilum og flott. Sýniði minn og brokk upp á vinstri hönd. Gjörið þið svo vel. Jæja, knappa mínir góðir. Þá skulum við bara hægja okkur niður svona á. Er það ekki bara fínt? Heyrðu, við erum bara komin í þetta nútli. Ég bið ykkur að sýna með Brokk upp á hægri hönd. Brokk, gjörið þið svo vel. Jæja, skundar mínar, þetta er nú aldeilis ágætt. Nú komið að helvítis brokkinu og hérna, þeir eru farnir að veifa okkur þarna, dómararnir. Þið kannski notið tímann knappar góðu til að safna ykkur saman á þann enda sem þið ætlið að hefja skeiðið á. Það er betra að vera þeim megin, sko, þegar maður byrjar. Það er að detta hérna tölur í hús, 8,40, 8,40 og 8,30. Þá fyrir hann sem gefur honum einhverjuna 8,34. Þá er það hann Villi frá Gillastöðum. Það er 8,40, 8,40, 8,40, 8,60 og 8,50. Sem gefur honum einhverjuna 8,46.
Þá það hann Laufi frá Skáney. Það svo mikið sem 8.20, 8.30, 8.30, 8.30 og 8.30 sem gefur honum einhverjuna 8,28. Þá það fyrir hann Djást frá Hnjúki. Það svo mikið sem 8.40, 8.50, 8.50, 8.60 og 8.40 sem gefur henni 8,48. Þá fyrir hann Atlas frá Lýsuhóli. Það svo mikið sem 8.50, nei 8.60 fyrirgefiði, 8.40, 8.40, 8.50 og 8.40. Það svo mikið sem 8.60, 8.80, 8.70, 8.70 og 8.60 sem gefur henni einhverjuna 8,68. Þá fyrir hann Fork frá Laugavöllum. Það svo mikið sem 8.40, 8.60, 8.40, 8.60 og 8.40 sem gefur honum einhverjuna 8,48. Og þá að lokum fyrir hann Kunningja frá Varmalæk. Það svo mikið sem 8.50, 8.50, 8.40, 8.50 og 8.40 sem gefur honum einhverjuna 8,46. Þarna hafið þið nú safnast fallega saman á annari langliðinni. Það eitthvað verið að veifa þarna, ég veit ekki. Við bara pröfum að veifa tilbaka og hvað gerist. Það þarf sjálfsagt að laga hlíf eða eitthvað svoleiðis, þá við gefum okkur nógan tími í þetta. Þetta það fer enginn heim að gera neitt að gagni hvað sem Það held ég þetta verið aldrei flott hjá þeim Eldvar og Óla. Næst á þá að koma hann Villi frá Gillastöðum og Jakob Svavar. Þarna kláruðu þetta verkefni, Kunningi og Líney. Þá ætla ég að fá hann Villa frá Gillastöðum og hann Jakob. Gjörðu svo vel, Jakobinn.
8.60 og 8.60 sem gefur honum einhverjum 8.60. Þá fyrir hann Villa frá Gillastöðum, það svo mikið sem 8.50, 8.60. Þá fyrir hann að Djást frá Hnjúki og hann Elvar, það svo mikið sem 8.50, 8.60. Og hann Lalla, það svo mikið sem 8.50, ekki einkunn hjá dómurum. Það má vist ekki taka hlífin af. Það náttúrulega ólög, ef ég má orða það þannig, en svona þetta nú Bjarni minn. Herðu, þá það hann Forkur frá Laugavöllum. Hann fær svo mikið sem 8.70, 8.70, 8.70, 8.80 og 8.60 sem gefur honum meðalengurinn 8.70. Og þá hann kunningi frá Varmalæk og hún Líney, þau fá svo mikið sem 8.70, 8.80, 8.60, 8.70 og 8.70 sem gefur þeim einhverjum 8.70. Í 5. sæti hefur Laufi hefur fengið einhverjum 8.52. Í 5. sæti hefur orðið hann Atlas frá Lýsuhóli og hann Lárus Ástmar Hannesson. Þeir eru með einhverjum 8.55. Einhverjar hafa jú orðið hrókeringar þar í efstu sætum því að í 4. sæti hefur orðið hann kunningi frá Varmalæk og hún Líney María Hjálmarsdóttir með einhverjum 8.56. Í 3. sæti með sömu einkunn en hærri í aukastöðum hann Villi frá Gillastöðum og hann Jakob Svavar Sigursson sem eru líka með einhverjum 8.56 en á aukastöðum lemtu þeir fyrir ofan hann kunningja. Þá eru þau komin hér loka sætin á þessu fjórðungsmóti. Hver hefur nú unnið þetta? Það þannig að í öðru sæti hefur orðið, það sigurvegari B-úrslitana, hann Ólafur Ásgeirsson og honum Eldfara frá Stóru Ásgeirsá með einhverjum 8.58 og þar að leiðir hefur unnið þessa keppni hann Forkur frá Laugavöllum og hann Sveinn Ragnarsson með einhverjum 8.62. Til hamingju með þetta, knappagóðir. Þá þessum frábæru A-úrslitum í A-flokki lokið og sigurvegari þarna hefur orðið hann Forkur frá Laugavöllum og hann Sveinn Ragnarsson. Við þökkum keppendum í úrslitum í A-flokki kærlega fyrir þeirra frábæru sýningu. En fyrir hönd framkvæmdanefndar fjórðungsmóts þá vil ég þakka öllum mótsgestum, knöpum og starfsmönnum mótsins innilega fyrir þeirra frábæra framlag til þess að gera þetta mót jafn skemmtilegt og raun ber vitni. Þetta hafa verið skemmtileg dagar hérna á Kaldamöllum þó að veðrið hafi ekki endilega leikið við okkur allan tíman. En við förum heim með góðar minningar glæsta gæðinga og við hlökkum svo sannarlega til að sjást hér að 4 árum liðnum þar sem við komum saman á ný hér á Kaldamöllum og höldum frábært fjórðungsmót. En takk fyrir mótið, góði gestir, og góða ferð heim. Takk.